Núleitt. Ég veit það 5 mínútur, eða? Já, ekki svo. Hallur við bara að setja mér að fólk kemur svo byrta, ég ætla að tala við 10 stjórn. Já. Jæja, góða kvöldi. Gaman að sjá ykkur, takk fyrir að koma. Maðurinn sem átti að kynna mig til leiks, hann er nú sestur hérna bara í miðjuna, þannig að ég verð bara að kynna mig sjálfur. Þannig að bara gaman að sjá ykkur. Og það er að týnast inn hérna einhverjir, þannig að besta mál. Ég heiti Viðar Halldórsson og ég mitt aðalstarf í Háskóla Íslands, ég er félagsfræðingur. Og það sem ég starfaði að gera rannsóknir á íþróttum mikið til, uppbygging íþrótta, barn- og unglingastarfi, afreksstarfi, árangri og alls konar hlutum. Svo er ég líka á síðustu 15 árum búinn að starfa sem íþróttaráðgjafi, þar sem ég hef verið að vinna á bakvið tjöldin hjá íþróttafélögum, íþróttaliðum, hjálpa til við uppbyggingu, hjálpa til við að ná árangri og eitthvað slíku. Þannig að ég kem að þessum íþróttamálum með ýmsum hætti og ég ætla að fjalla með ykkur þennan árangur íslenskra íþróttalandsliða á undanförnum árum og skýra þetta íslenskra íþróttaundrið vegna þess að margir hafa velt fyrir sig hvernig lítil fámenn þjóð getur náð árangri í íþróttum á heimsvísu á alþjóðavettvangi og hvernig Ísland komst í hóp þeirra bestu. Og það er kannski þetta að íslensk landslið hafa undanförnum árum farið að komast inn í lokakeppnir, Evrópumót, heimsmeistaramót og ólympíuleika í hópíþróttum sem að þykir mjög sérstakt og þessi fyrir svolítið það. Við erum komin svolítið á stóra sviðið eins og þessi mynd þarna á að sýna frá EM karla í fyrra. Við erum komin svolítið á stóra sviðið og hvernig Ísland komst á stóra sviðið í þessum íþróttaheimi. Þannig við vindum okkur bara í þetta. Evrópukeppnin í knattspyrnu karla vakti, árangur Íslands þar vakti heimsathygli og sérstaklega að bara fyrst að Ísland komst á EM, Ísland komst í 8. úrslit og með því að vinna England og það skipti miklu máli að vinna England. Það vakti sérstaka athygli á þessum árangri og það eru margir sem fóru að spyrja sig hvernig Ísland gæti náð þessum árangri. Hérna í fyrra komu alveg hellingur af fólki erlendis frá, blaðamenn og fréttamenn, víðsvegar á heiminum, sumir komu upp á Skaga að skoða hvað verið að gerast hér. Það komu fræðimenn sem voru að velta þessu fyrir sér. Hvernig gat Ísland átt svona gott fótboltalandslið? En það sem að þessir erlendu aðilar áttuðu sig ekki á að knattspyrnulandslið karla var kannski bara toppurinn á ísjakanum á þessum árangri. Vegna þess að á undanförnum árum höfum við átt landslið sem hafa komist í fremstu röð, skráð nafn sitt á spjöld sögu þessara íþrótta þessara keppna í nánast öllum okkar vinsælustu hópíþróttum. Karlalandsliðið í handbolta á þessi langa sögu.
og karlalandsliðið í fótbolta eins og ég minntist áður komst á lokamót EM. Þannig að þetta var eitthvað sem að þessir erlendu aðilar vissu bara ekkert Þeim þótti alveg magnað að íslenska karlalandsliðið í fótbolta væri með árangri, en þeir vissu að öllum okkar liðum í okkar vinsælustu hópíþróttagreinum, sem eru mest stundar á Íslandi, þá vakti það fram enn frekari spurningar. Og fyrir mig sem félagsfræðing, þá það náttúrulega stórkostlega skemmtilegt og áhugavert verkefni, hvernig getur þetta gerst hjá lítilli þjóð á þessum tíma. En hvað áhugavert við árangur Íslands? Ísland kannski ekki endilega að vinna verðlaun alltaf á þessum mótum og að koma hérna heim með einhverja bygara og verðlaunapenning og allt það. En svona, hvað áhugavert við þetta? Jú, í fyrsta lagi að komast á þessi stórmót árangur í sjálfu sér. Árangur í sjálfu sér. Það að fámenn þjóð komist áfram og skilji stórar og stöndugar þjóðir með rosalega kerfi og system og peninga eftir fyrir utan þessar keppnir, það árangur í sjálfu sér, að vera á þessum mótum. Og ef við tökum smá samanburð, ef við tökum handbolta, fótbolta og körfubolta, Ísland komst fyrst 1958 og á þessum tíma hafa íslensk landslið komist á 44 stórmót í íþróttum. Langflesti kalla handbolta, því sagan svolítið þar, en 44 stórmót. Ef við tökum lönd sem eru svona kannski svipaðri stærðargráðu á Ísland, en stærri, Malta, Luxemburg, Kýpur, Svartfjallaland, þetta eru lönd sem eru svona nálægt okkur í stærri en samt stærri. Þau hafa samanlagt komist á 5 stórmót í allir sögunni og þá til ég sundknattleik með. Þannig þetta segir kannski samanburðinn á hversu sérstakt þetta case að íslensk landslið eru algjörum sérflokki hvað varðar að komast á stórmótun og árangri í þessum hóp íþróttum. Ok, hvað áhugavert við árangur Íslands? Jú, það fyrst og fremst kannski fámennið. Þannig sem fólk að hugsa hvernig getur svona fámenn þjóð ná árangri á íþróttum á alþjóðagrundvelli. Vegna þess í fámennu þá eru litlar líkur að fæðist einhverjir snillingar hérna og margir í einu sem geti gert að verkum að við eigum íþróttafólk eða íþróttalíf fremstöku. Það fyrst og fremst fámenn. Hvernig getur svona fámennt samfélag alið að sér fullt af góðum íþróttamönnum? Það er fyrsta spurningin. Í öðru lagi, sem áhugavert árangur Íslands, að við erum í svona áhugamanna umhverfi. Íþróttur í Íslandi eru byggðar upp sem áhugamennska. Við erum með íþróttakerfi og skipula sem byggir á því að það eru allir með. Það eiga allir að vera með. Íþróttir eiga að hafa uppeldisgildi. Og það er engum hent út úr íþróttum 13 ára en var lélur. Hann bara með og hann fyrir bara í bélið eða sélu og hann getur eftirfangulegur tvítugur og allt það. Og við erum með áhugamann umhverfi líka, hvað það fyrir þær sakir, að við erum ekki með neina peninga í afreksíþróttum. Við erum ekki með neina peninga í afreksíþróttum. Samanborið við löndin í kringum okkur, við erum bara langt á eftir þeim. Með allt saman, basically. Það er engin rannsóknarmiðstöð hérna á Íslandi sem að svona að vinna með allt þetta íþróttafólk eins og víða erlendis. Landsliðsfólki okkar í yngri landsliðum þarf að safna sjálft fyrir keppnisferðum. A-landslið í handbolta, körfubolta og hópfimleikum þurfa allir að safna eða fá ekki borga fyrir A-landsliðin okkar í handbolta og körfubolta, leikmennir okkar fá ekki borga fyrir að taka þátt í landsliðsverkum. Þeir borga með sér ef eitthvað og mæta ár eftir ár. Hópfimleikastelpurnar þurfa sjálfar að borga fyrir ferðirnar sínar að fara á þessi mót og svo framvegis. Deildirnar okkar, það eru áhugamannadeildir, það eru einhverju leyti orðnar svona hálf atvinnumennska, kannski helst í fótboltanum og einhverju smápeningar og öðru, en við erum með áhugamanna umgjörð og umhverfi. Það snýst ekki áfram með peningum og rosalegum tækjum og tólum, við erum fína aðstöðu og allt það, en almennt séð við erum með áhugamanna umhverfi og ef maður ber saman við afrekslið, stórlið, landslið í öðrum löndum, þá ekki líku saman að jafna. Í þriðja lagi, sem áhugavert við árangur Íslands, að við erum að ná árangri og ég vil halda þér fram kannski meiri mæli í hópíþróttum heldur en einstaklingsíþróttum á síðustu árum.
Íþróttamenn ársins frá 2002 til 2015-16 voru allt hópíþróttamenn þó það sé ekki algildur mælikvarði en samt sem áður þá hafa hópíþróttir verið mun meira áberandi fyrir árangur sinn á síðustu 10-15 árum. Það ætti að vera auðveldara fyrir litla þjóð og meiri möguleikar en á árangur í einstaklingsíþrótt. Þannig að það þarf bara einn afburða íþróttamann til að koma upp úr starfinu með mikla hæfileika og þetta svona hjálpa honum alltaf. Það þarf bara einn til að ná í gegn. Það miklu meiri áskorun í hópíþróttum, þar sem við þurfum fullt af fólki á sama kyni, á sama aldri, í sömu íþrótt á sama tíma. Það miklu meiri áskorun fyrir litla þjóðurinn árangur í hópíþrótt heldur en einstaklingsíþrótt. Þannig að það líka áhugavert. Og ekki nóg með það, heldur að við erum að ná mörgum liðum sem eru árangur á sama tíma. Það mætti alveg skilja það ef Ísland, eins og var hérna í handbolta að fyrir Ísland ná árangri í karlahandbolta, að við værum að leggja rosalega áherslu á handbolta á Íslandi. Það komu hérna erlendir menn og voru að skoða og heldur bara að myndu sjá bara handboltaland. Í grunnskóla væri bara kennt bara íslenska stærðfræði og handbolti. Það væri bara verið að vinna í þessu og svo fóru við að skoða höfuðstöðvar HSI og heldur fengjum fyrir einhverju 3 hæða byggingu með 100 starfsmönnum. Það voru 2 herbyggi og starfsmennir voru 2. Það var svona, ef við myndum leggja allt kapp á ykkur íþrótt, þá væri kannski hægt að skilja ef við myndum ná árangur í því. En það er ekki þannig. Við erum að leggja áherslu á fullt af íþróttum. Við erum að leggja áherslu á krakkar stundi fjölbreyttar íþróttir. Og við erum með fullt af íþróttum í gangi. Og það er ennþá meiri áskorun fyrir litla þjóð sem hefur fáa íbúa að ná árangur í mörgum hópíþróttum á sama tíma. Þannig að þessi punktar ganga gegn öllum svona líkindalögmálum. Bara hvernig, af hverju, hvernig virkar þetta, hvernig náðu við að koma liðum í þessi mót, af hverju núna og svo framvegis og framvegis. Þannig að þetta eru svona spurningar sem mér fannst mjög áhugaverðar við þennan árangur og þessi íslensku lið, bara hvernig má þetta vera. Þannig að ég gerði rannsókn á þessu og ég er búinn að gera rannsóknir áður og hlutum af þessum landsliðum og verið að skoða þau aðeins. En svo tók ég þetta svolítið saman núna síðasta ári og gerði rannsókn sem ég var að birta í þessari bók sem heitir Sport in Iceland, How Small Nations Achieve International Success. Þetta er svona fræðibók gefin út af Ráðhúsið í Bretlandi sem var að koma út og það er kannski svona ástæðan ég aðeins og núna að kynna þetta vegna sem hún var að koma út. Það sem ég gerði rannsókn á þessum liðum. Og ég hefði alveg getað tekið víkkað út og tekið önnur lið og allt það og einstaklingsíþróttir en ég verð sem fræðimaður eitthvað að ramma þetta inn og eitthvað að sem sé til að gera þetta til að gera þetta svona hægar vik að rannsaka þessa hluti. Og ég gerði tilvíksrannsókn sem kölluð, tók viðtöl við þjálfara allra þessara liða sem settu mark sitt á þessar keppnir á 10 árum. Leikmenn í öllum þessum liðum, íþróttastjórnendur hjá ISI og sérsamböndum og fleira. Íþróttafréttamenn, ýmsa aðra sérfræðinga. Ég fór í heimsóknir til erlendra knattspyrnuliða, fyrst og fremst til að sjá muninn á þessum atvinnumannaliðum í útlöndum, hvað þau eru að gera, aðstaða, nálgun og hvað við erum að gera á Íslandi til að hafa eitthvað samanburð. Og við heimsóttum í Danmörku og Þýskalandi og Hollandi meðal annars. Ég notaði fyrirliggjandi gögn, bækur, greinar, heimildarmyndir, fyrirlestra með þjálfurum þessara liða, tölfræðigreiningar sem ég gerði og svo framvegis. Notaði gögn af vettvangi, ég var viðstaddur margra þessara atburða og gat kannski greint í ákveðna hluti. Og auk þess er ég búinn að vera ráðgjafi á Íslandi og hef unnið með einhverjum af þessum liðum og með einhverjum af þessum leikmönnum. Þannig ég þekki talsvert til. Þannig þetta notaði ég til að átta mig á þessu og notaði svo tæki og tól félagsfræðinnar til að hjálpa mér að skilja þetta og skýra þetta og setja þetta í eitthvað samhengi, eitthvað merkingabært samhengi. Þannig það er það sem ég er að gera. Og ég legg upp með það og ég er að segja það og held því fram að árangurinn er ekki í vatninu, þetta er ekki í lýsið og þetta er ekki í víkingagenin. Þetta er ekki að því við erum eitthvað frábær gen. Ég bara held því statt og stöðugt fram. Árið 2010 var karlalandslið Íslands í sæti númer 133 á heimslistanum. Hvar var íslenska vatnið og lýsið og genin þá?